Já, næsta mál. Þetta eru svona mínar uppáhaldsmyndir. Það eru kassarit. Kassarit er eitthvað sem ég veist að vettum að nota meira. Og með kassaritum getum við svona séð kassarit. Að við erum að horfa hérna á, við erum sem sagt með gildi á ykkur talnabreitu eins og hæð og svo ætlum við að skoða einhvern veginn dreifingun á hæðinni, skipta upp eftir flokkabreitu sem hérna er þá kyn. Og kassarit, þetta kallast skegg hérna og stundum náðu alveg niður í lægstu mælingu upp í hæstu mælingu. Stundum náðu eða sjálfgefið gera þau það ekki. Heldur ná að mestalagi með minna þessi 1,5 breidd á kassanum sjálfum. Þannig mæling er lengra en 1,5 breidd á kassanum frá næsta svo kallar fjórðungamarki, þá teiknum við punktinn. En neðri hlutinn það er fyrsta fjórðungamarkið, þannig að 25% af mælingunum á hæðamælingum á konum hérna eru lægri heldur en 1,60 og segja 4. Striki hérna er miðgildið, þannig að miðgildið er í svona cirka 1,68 og segja. Og þriðja fjórðungamarkið sem eru 75% að 75% kvenna eru 1,72, 3, eitthvað svo leys eða lægri. Svo eru hér er kona sem er tæpir 2 metrar á hæð og 2 hérna, ætli þetta sé ekki ég hérna, sem eru svona, já, svo kallar útlagar. Ekki eru útlagar í hérna settinu hjá körlunum, en við keyrum þetta, ég kópira þetta bara og eins og ég segi, þetta er rit sem ég veist ætti að vera miklu meira notuð, þau eru lýsandi og skemmtileg. Nú, næsta mál á dagskrá það eru stöplarit og við sáum áðan stuðlarit, en við notum stuðlarit sem skoða breitu, eina talnabreitu. Stöplarit þá erum við að skoða flokkabreitur. Og við skulum líka bara stela þessum hérna kóða svona og setjum það hér og þess að muna svona munin á stuðlaritum og stöplaritum þá er engin munur fyrir ekki bil á milli súlnanna en það bil á milli súlnanna í stöplaritum. Þannig að stuðlarit eru svona eins og stuðlaberg á meðan stöplarit það eru svona stöplar sem standa einir og sér. Setjum það hér stöplarit og við keyrum það og takið eftir því að hér við erum að skoða inngrip og þessi breyti er bara með 2 flokka, annars vegar hljóp og satt kyrr, þannig að hvor flokkur fyrir sig fær sína súlu og hæðin er hversu margir tilheyra þeim flokki. Hér erum við með líka hérna fólk sem hefur ekki svarað og þegar við lendum í slíku þá er kannski tvennt annarkvort hreinlega að fjarlæga þessa sem svöruð ekki og geta þess einhverstaðar í texta, búa til kannski nýjan flokk sem heita svara ekki, en það sem við, nú aftur ætla ég bara að stela þessu til að spara mér smá hérna innslátt, en ég ætla að fara í gegnum hvað við erum að gera hérna og aftur ég ætla að reyna að gera þetta aðeins meira hérna læsilegt. Hérna í staðinn fyrir að nota púls eins og hann er, að þá ætla ég að nota filter aðferðina til þess að taka út línur þar sem vantar mælingar eða á einstaklingum þar sem vantar mælingu á inngrip. Og það gerum við á þennan hátt hér og hér erum við að nota is.n aðferðina, en is.n ef við myndum nota hana beint á þess að vera með upphrópun hérna fyrir framann, að þá myndum við bara skilja eftir þær línu þar sem vantar mælingu á inngrip. En við viljum einmitt skilja eftir þær línur þar sem vantar ekki mælingu á inngrip og þess vegna er ég með upphrópun hérna fyrir framann og þá sem sagt vantar ekki mælingu á inngrip. Og þá er gagnataflan í rauninni sem við erum að nota okkur, hún byggir á púls en búið er að fjarlæga allar línur þar sem vantar mælingu og inngrip.
Annað sem hérna við bætt við hér að setja fallegri merkingar á flokkana. Við hefðum geta bara breytt hreinlega merkingun á flokkunum sjálfum í gögnunum, en þetta svona hreinlegra og við notum scale X, við erum á X-ásnum, og discrete, því þetta hérna flokkabreita eða strjálbreyta, og labels við merkingarnar á flokkunum. Svo við keyri þetta að hér vantar mig að loka svega. Heyrðu, þetta frábært að lenda í þessu. Sjáu það hér plus og saman hvað ég geri hérna, við reyna að halda áfram. Ég först sem sagt inni ennþá í skipun sem ég ekki klárað. Þannig að tilbúin að taka með nýju skipun þegar þessi sem kallast á ensku prompt hérna. En ef það plus þá hann þá bíða eftir einhverju, og í þessu tilviki að hún meiris að sýna mér það. Sjáu þið rauða merki hér og rautt merki hér. Ég glemt að loka svega. Ef þið einhvern náðu ekki að losa ykkur út úr þessum plus, ítið á escape eða Ctrl C, og þá ætti maður að komast aftur í að fá prompt. Þannig að nú keyri ég þetta, ég búin að losna við þessu sem ekki svöruðu og ég kom með fallegri mælingar á merkingar á X-ásinn.